Setfundi í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3574 og áður en við göngum til dagskrá þá ætlum ég að leita afbrigði frá útsendir dagskrá og óska eftir því að fyrsti liðurinn sem blöndalína 3 verið tekin af dagskrá. Þess að geta samþykkt það, gefið merki. Það eru 10, einhverja móti, 1 setja já. Þá er komið að öðru máli að dagskrá. Hafnarstræti, endurnýjun og götu, ég ætla að biðja varaforstjórnum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Málstekur bara heldur að Hallabjörg Auðunsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er komin að dagskrá 5. liður fundargerðar skipulagsráðs frá 14. janúar. Það sem lögði fram tillaga Einars Sigþórssonar fyrir hönd umhverfis- og mannvirkjasvið og skipulagssviðs Akureyrarbæjar að breyting á deiliskipulagi sem nær til svæðis frá Kaupvangsstræti suður að Drottningabraut. Unnið hefur verið að endurhönnun götuna þar sem miðað hefur verið við að óvarðir vegfarendur séu settir í forgang og gatan gerða vistgötu. Kannski mikilvægt að við áttum okkur öll á því hvað vistgata er. En það er svona sambærilegt á göngugatan. Er breytingi gerð til að koma til móts við fyrirhugaða fjölgun ferðamanna á svæðinu í tengslum við umfangsmikla uppbyggingu hótelrýma í Hafnarstræti. Auk þess að í aðalskipulagi er gert ráð fyrir stoppstig gangandi og hjólandi. Það er sem sagt stefnt að því að þegar hótelin sem hafa verið í byggingu við Hafnarstræti verða tilbúin að þá séum við að fara í framkvæmdir og ljúka þeim á svona svipuðum tíma. Þannig að það verði ekki mikið lengur sem að þetta svæði er undirlagt að einhverju framkvæmdum. Íbúar þarna í götunni hafa líka í langan tíma beðið eftir að bílastæðamálum það yrði lokið við að ganga frá þeim og einst stígum á milli húsa og svo framvegis. Þannig að það er gert ráð fyrir að þetta fari allt saman. Og svo hefur verið að gera ráð fyrir torgi sem er rétt fyrir neðan Sigurhæðir og eins fyrir norðan hótel Skáld. Allt þetta mun á mínum að styrkja miðbæinn okkar og gera hann meira aðlaðandi. Takk að Hallabjörg Auðunsdóttir fyrirgefin aftur stjórna fundinum. Takk fyrir það, orðið er laust. Næstektu máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Svo sem að segja bara það sem ég hef sagt, held ég orðið nokkuð ítrekkað og hljóma eins og biluð plata, en ég held að sé ágætt að hafa orða á þessu sem oftast. Við erum helsti áfangastaður ferðamanna á Norðurlandi, þessi bær, og miðbærin er okkar Gullfoss og þar, eða náttúrulega hér, er fjöldinn allur af verslunum og veitingastöðum og gististöðum með tilheyrandi veltu og atvinnu fyrir okkar íbúa og við eigum að skapa þessum fyrirtækjum aðlaðandi umgjörð og við verðum að tryggja að við getum tekið á móti okkar gestum og svo viljum við auðvitað að þeir staldri sem lengst við og kaupi sem mest af vörum og þjónustu. Þannig að ég fagna bara þessum fyrirætlunum. Þessi framkvæmd, hún tekur ákveðnum skipulagsþáttum og ég held að með bara ágætlega skynsamlegum hætti. En fyrst og fremst er ákveðið skref tekið að færa þá miðbæjarandan lengra út og gera það með myndarlegum hætti. Og ég segi bara við megum alls ekki láta staða numið. Við verðum að gera meiri skurk í því að fegra áfram miðbæin okkar, vinna áfram skipulag fyrir miðbæin, ekki bara fyrir okkar gesti, heldur fyrir okkur sjálf sem íbúa og fyrir auðvitað líka fyrirtækin sem byggja á því að miðsvæði bæjarins sé aðlaðandi og til sóma. Þannig að það var svo sem ekkert meira sem ég vildi segja þetta mál. Takk fyrir. Á bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið mál sínu, næstektu máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég líkt og Gunnar
bæjarfulltrúi Gunnar, fagna því að það sé verið að ráðast í þetta verkefni núna þar sem að mikil uppbygging hefur átt sér stað varðandi hótel í Hafnarstrætinu og nauðsynlegt að fara í endurbætur á götunni. Þó ég komið til með að samþykkja þetta hér í dag að þá finnst mér svolítið vel í lagt að vera með 2-3 metra gangbrautir sikkorum megin og ég svona hef pínu ágjör af því að við erum að fækka bílastæðum mjög í þessari götu. Við nefum 35 og það er bara nauðsynlegt í miðbænum á Akureyri að fara að fjölga bílastæðum og í ljósi góðrar afkomu að bílastæðasjóði þá legg ég nú til að við förum að ráðast í það sem allra fyrst að stækka bílastæðið inn við leikhús og setja það á 2 hæðir þannig að við leysum þetta vandamál fyrr en síðar þannig að þú veist við getum ekki endalaust fækka stæðum í miðbænum þar sem við erum að taka á móti líkt og Gunnar sagði mjög miklum fjölda ferðamanna hér á sumrin og einhverstaðar verða ferðamenn að leggja. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu orðið laust. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúi, ég ætla bara að taka undir orð bæjarfulltrúa Gunnars og Þórhalls að það sé mjög mikilvægt að við hugum dálítið að heildarskipulagi miðbæjarins núna og bara leggja áherslu á að þetta svæði sem við erum að umræði núna í dag er ekki hluti af okkar miðbæjarskipulagi. Það hættir við Kaupmannastræti, þannig ég held að sé alveg ástæða til að mögulega horfa til þess að snerta á þessu miðbæjarskipulagi sem að enginn hefur kannski endilega vilja gera á þessu kjörtímabili og horfa á þetta meira í heild, að því að við höfum svo sem komið hérna með tillögum að fara í heildarskoðun á bílastæðamálum og þá var talað að það væri nóg að bílastæðum á miðbæjarskipulaginu en þetta svæði er bara ekki inn í því en ég fagna bara að efla sig að vinna að einhvers konar skipulagi núna á bílastæðamálum og hlakka bara til að sjá það niðurstöður því ég til dæmis myndi ekki vilja byggja meira á hófsbótareitnum allavega meðan við höfum ekki fundið aðra lausn. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu orðið laust. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti aðrir bæjarfulltrúar. Hvað var það Villgötu, þá veit ég svo sem ekki almennilega hvað það er. Það er jú það svona í grundvellinum að það skal enginn keyra hraðar en 30 og sína tillitssemi. Það er svona eins og í annarri umferð bæinn. Var það 15? Það eru 15. Ég fekk hvasst augnatillit þegar ég fór vitlaust með þessa tölu og byrst afsökunar á því. Ég fann bæði í bak og fyrir að eitthvað var skrítið við þetta. Ég vil þó fagna þeirri ábendingu hjá bæjarfulltrúa Þórhalli að hér erum við að þrátt fyrir allar tölur sem ég fer nú stundum vitlaust með að þá sýnist mér við vera að sigla inn í ákveðið hættutímabil hvað varðar fjölda bílastæða, eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og vonandi að það enda ekki með því að grasreiturinn fyrir neðan samkomuhúsið okkar breytist alfarið í malbygg. Engu að síður þá fagna ég þessari tillögu og ekki síst vegna þess að nú verður bundinn endi á, ég var nærið búin að segja áratuga langa, en það er allavega árabils langa deilu það hvernig á að ganga frá því svæði sem er á bakvið Hafnarstrætishúsin. Þar gengum við, þar gekk bærinn afskaplega hart fram, tók af lóðum sem þar eru og það hefur ekki enn náðst samkomulag það en samkvæmt þessari skipulagstillögu sem hér við ætlum að samþykkja að þá verður jafnhliða því að ráðast á Hafnarstrætið að þá verður gerð gangskur að því að ganga frá þessum bakklóðum og að ganga frá samningum við íbúa þeirra húsa sem þarna eru og sem við gengum óneitanlega á rétt þeirra. Þannig að einkum þess vegna fagnaði þessari tillögu því að það var svona eitt af 3 mínum markmiðum þegar ég fór í þessa bæjarstjórn að það tækist að sjatla og sætta þessa íbúa sem þarna eru.
15 kilometrar, takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltarsson lokið mál sinni orðið laust. Þessi fleiri hafa ekki hvað sé hljóð, þeir sem geta samþykkt, gefið merki. Það eru 10 einhverja mótið. Það þú ert með 11. Það eru 11.